Gunnar. Ég ætla að sýna hvernig að gera pierogi. Það er ekki bara að byrja. Ok, við erum með hérna, þetta eru svona pierogi ruski með kartöflur. Við erum með hérna lauk og hvítlauk sem við erum búin að steikja saman. Og stöppum við hérna kartöflum og lauknum hérna saman. Það er svo ostinum, með hérna kótasælu. Krydda aðeins með hérna salt, hérna pipar og salt. Smá hérna hvítlauksπúður og laukpúður. Það leiði hann að kólna aðeins. Það er í ísskáp í nokkra tíma alltaf. Það er auðvitað að vinna með henni og það verða þéttar í sig líka þegar hún kólnar. Þá er komið að gera svona degið. Það eru margar aðferðir sem hægt að nota en mjög svona auðveldast og þægilegust er hérna með hveiti og súrmjólk. Cirka kíló á móti cirka rétt aðeins minna lítir af súrmjólkinni. Hvaðan kom hugmyndin til þess að læra að gera pierogi? Ég var að vinna með mjög mikið af pólsku fólki á gamla vinnustaðnum og ég kynnast þeim þar og ég var svona bara forvitinn með að fá að pröfa. Kynnast menningunni hans meira og það var og ég elska að elda. Það virkaði svona eins og hálfgert það var flókin rétt til að pröfa þannig að það var ekki. Hvað finnst þér Pólverja eftir að vinna með þeim? Alveg frábært fólk. Frábært. Það verður mjög misskildir gegnum tíðina og margir svona sér alveg þeirri oft hvernig fólk var að tala innflytjendur bara yfir höfuð. En eftir að unnið með þeim þá ekki að kynnast þeim almennilega þá dýrka ég. Það er langt flestir sem ég kynnst sem eru pólskir eru mitt bara frábært fólk. Já, gott að vita. Þá bara byrjum við að fletja út smá deg. Hefurðu farið út til Póllands? Já, ég fór fyrir 2-3 ár síðan. Tók flug til Poznan og þaðan tók ég lesti til Varsjá, til Kraków og endaði í Wrocław. Flög heim þá. Svo flet út degið bara á. Auðvitað nota bara góðan bolla til að skera út. Þá maður fær svona litlar svona kökur. Tekur ég bara smá fyllingu. Þá erum við búin að sjóða vatn og þá er eina sem er eftir að gera bara smella þeim ofan í
sjóðum þær í. Þeir eru ferskir og þurfa ekki mjög mikinn tíma, 3–4 mínútur kannski. Það bara að fylgjast með þeim og passa þeir þessi ekki saman, bara með fína hreyfingu. Mínútur og svo finnum við þær sem eru farin að líta alveg þokkalega út. Geturðu síðan eitthvað á pierogi? Það er mjög eftir oftast reyni ég að salta ég og setja pipar líka. Svo er svona þetta eftir í hvern skapum maður er. Stundum er ég með lauk sem ég steiki á pönnu. Það hef það með. Ég hef sett súpu yfir sem svona dressingu. Stundum er ég með salat sem ég gerir með það líka. Gerir svona aðeins meira. En þannig tíma er beint úr á pottinum og það eru mjög fín og mjög góðir.